Við ætlum þá að skoða skák í drekaafbrigði Sikileyjavarnar. Þessi skák er frá árinu 2010 og hér eigast við Richard Baiton og Wesley So sem er mjög sterkur stórmeistari. Og So sem var með svart í þessari skák beitir drekaafbrigðinu sem hefst á byrjunarleikjunum E4, C5, riddari F3 og D6, D4, C3, riddari D4, riddari F6, riddari C3 og þessi leikur hér G6. Hugmynd svarts er að virkja biskupinn sinn hérna á þessari löngu skálinu. Ástæðan fyrir að afbrigðið kallað drekaafbrigðið er sú að á einhverjum tímapunkti fannst einhverjum meistarunum peðakeða svarts á kóngsagnum líkist örlítið útlínum dreka. Athyglisvert, en drekaafbrigðið hefur þetta verið kallað aðeins síðan. Það eru margir möguleikar fyrir hvítan til þess að svara drekaafbrigðinu. Hann getur telt stöðuna rólega með að leika biskup E2, jafnvel haft biskupinn sinn hérna á G2 er einn möguleiki. En vinsalasti möguleikin er sá sem að hvítur beitir í þessari skák og það er að leika biskup E3 og í framhaldinu F3. Og þessi leikur hjá hvítum F3 er svolítið mikilvægur til þess að valda G4-reitin því að í drekaafbrigðinu snýst baráttan svolítið á milli biskupana. Svartur er með hennan sterka svartætta biskup hér og hvítur með annan sterkan biskup hér og náir svartur að skipta upp á þessum biskup og þessum riddara, til dæmis með að leika riddari G4 og taka biskupinn. Það var voða lítið í hvítustöðunni sem getur barist á móti svartættabiskupnum hérna á G7. Þannig að það er mikilvægt fyrir hvítan að halda í svartættabiskupinn sinn því að hugmynd hvíts í framhaldinu er að leika drottning D2 og opna fyrir langri hrókun og geta á einhverjum tímapunkti leitast eftir uppskiptum á biskupunum með biskup H6 til þess að veikja kongstöðu svarts. Wesley So lék riddari C6 sem er aðalleikurinn og nú lék hvítur biskup C4 og þessi uppstilling á hvítum kallast júgóslavneska árásin. Plan hvíts er að hrókara langt og sækja fram með peónum sínum á kóngsagnum, til dæmis með að leika H4, G4 og H5. Aðrir möguleika fyrir hvítan í þessari stöðu hér eru að hrókara langt strax, en það gefur svörtum færi á skemmtilegri peðsvort með að leika D5. Hvítur getur þá hirt þetta peð til dæmis með að taka hérna á C6 og drepa svo á D5, en svartur er talin fá býsna góð færi fyrir peðið. Annar möguleiki fyrir hvítan er að leika peðinu strax á G4, bíða með að hrókara langt. Þetta gefur líka skemmtilega möguleika svipað í skákinni. En eftir biskup C4 þá lék Wesley So biskup D7. Hann er einfaldlega að opna fyrir hróknum sínum. Biskupinn stendur ágætlega á D7 ef að hvítur drepur einhvern tímann á C6 og getur svartur valið að drepa hann peð eða virkja biskupinn þannig. Hvítur hrókaraði langt og hér á svartur nokkra möguleika. Leikurinn sem að Wesley So valdi er hrókur B8 og þetta afbrigði kallast kínverski drekinn. Aðrir möguleikar eru hrókur C8 sem setur smá pressu á biskupinn á C4 og hugmynd svarts er í framhaldinu að reyna að leika riddari E5 og riddari C4. Framhaldi getur orðið biskup E3, riddari E5 og núna H4 og hugmynd hvíts er ofta að fórna þessu peði með að leika því til H5 og leyfa svartum að drepa það til þess að opna H-línuna fyrir hrókinn. Þess vegna leika menn oft H5 í þessari stöðu til þess að stoppa hvítu sóknina. Annað afbrigði fyrir svartan í þessari stöðu hér í staðinn fyrir hrókur B8 og hrókur C8 er að leika drottning A5 og eftir biskup B3 getur svartur leikið hrókur eftir C8 komið hinn úr hróknum sínum í sóknina. Kosturinn við þennan leik er að mörguleyti að ef að hvítur leitar einhvern tímann eftir uppskiptum á biskupinum með biskup H6 þá getur svartur stundum bara hörfa með biskupinn svona H8 og þá var hrókurinn ekki uppnámi hérna á F8. Hvítur getur leikið H4 og eftir riddari E5 og H5 sem er þessi peðsvort sem við töluðum riddari drepur H5 og G4 og riddari F6 og biskup H6 þá byrjar hvítur þessa kóngsókn sína og hér þurfa báðir að passa sig að vera svolítið fljótir að komast í sókn því að sá sem eru undan í sókn hann vinnur yfirleitt í drekaafbrigðinu og hér getur svartur til dæmis drepið á H6 og eftir drottning drepur H6 leik hérna hrókur drepur C3 fórna skiptamun til þess að veikja kóngstöðu hvíts. Þetta býður upp á mjög skemmtilega sviptingar. Förum aftur í skákina eftir langa hrókun og hrókur B8. Þetta er kínverski drekinn eins og ég talaði um áðan. Hvítur lék biskup B3 og núna kom riddari A5 hjá svörtum. Hugmynd svarts er auðvitað að sækja fram á drottningavængnum þar sem að hvíti kóngurinn er
Hrókurinn stendur vel á B8, hann getur stutt við framrás B-peðsins og riddari A5 er tilbúinn að drepa annarkvort á B3 eða að eftir þessa framrás B5 fara á C4 og fá hvítan til þess að opna B-línuna fyrir hrókinn hérna niður á B2. Hvítur lék núna H4 og þá kom B5 hjá svörtum og núna gerði hvítur smá mistök. Hann lék leik sem er eðlilegur í mörgum af þessum stöðutypum þar sem hvítur hrókar er langt. Hann lék kóng og B1 sem er svona fyrirbyggjandi leikur, gefur kongnum örlítið betri reit og tekur hann af þessari löngu skálínu hérna. En hér er hvítur eiginlega að tapa svolítið miklum tíma með að leika þessum leik og hann hefði átt að leika H5 og fara strax í sókn. Við sjáum eftir riddari C4 og biskup drepur C4 og B drepur C4. Þá getur hvítur drepið hérna á G6. Hér verður svartur að drepa með F-peðinu. Ef hann drepur með H-peðu þá sjáum við að H-línan hefur opnast og eftir biskup H6 er hvítur í stórsókn. Við sjáum að eftir biskup drepur H6 og drottning drepur H6 þá er bara svartur að vera mát. Þannig að eftir H drepur G6 þá verður svartur að drepa með F-peðu til þess að halda H-línunni lokaðri. Þetta er mjög algengt í drekaðabrinu og nauðsynlegt að þekkja. Hér getur telst biskup H6 og drottning B6 sem hótar mátinir á B2 og þessi stað býður upp á færi fyrir báða. En hvítur lék eftir B5 þessum leik kongur B1 og þá lék svartur riddari C4 og eftir uppskipt af C4 þá sjáum við að B-línan hefur opnast svörtum í hag og ég er ekkert endilega viss að hvíti kongurinn standi betur á B1 heldur en C1 núna. Hann er beint í skotlínu hróksins. Nú lék hvítur G4 og svartur drottning B6 sem hótar þetta máti á B2 þannig að hvítur valdaði það með að leika drottning C1 en nú er hvítur lentur í hálfgerðri vörn. Hann hefur ekki náð að hefja kóngsóknina sína nógu snemma og það er svartur sem hefur frumkvæðið. Nú kom drottning A5 sem hótar að taka riddarann á C3 vegna leppunar á B-línunni. Hvítur lék kongur A1 en ef við horfum að þessa stöðuna þá sjáum við að svartur er ennþá með hennan góða biskup á G7 og hvítur er búinn að stilla kóngrinsunum upp í skotlínu þessa biskups. Þetta er mjög hættulegt. Wesley So lék núna hrókur B6 og hann er tilbúinn að tvöfaldar hrókarinn á B-línunni. Hvítur hörfaði með riddarann sinna á E2 og hótar þá hróknum á B6. Hann bakkaði á B7 og hér hefði hvítur átt að leika biskup H6 til þess að reyna að halda áfram með kóngsóknina sína. En hann lék mjög ónákvæmur leik í þessari stöðu. Peði á G5. Og þessi leikur hjálpar hvítum ekki neitt í kóngsókninni því að svartur á mjög góðan varnarleik. Hann leikar riddarann með H5 og þessi riddari lokar algjörlega fyrir allar sóknarleiði hvíts á kóngsókninni. Núna kom drottning D2 og hrókur eftir B8 og hrókur B1 sem hvítur er lentur í hálfgerðri nauðvörn og nú er bara spurning hvernig svartur getur haldið áfram með sóknina sína. Og Wesley So fann hérna glæsilega vinningsleið sem byggir á því að þessi biskup hérna er svakalega sterkur á skálínunni og hrókarnir öflugir pressa á B2-peðið og drottningin tekur líka þátt í sókninni. Vandamál hvíts er að riddararnir valda hvorn annan og þessi riddari á E2 er mjög mikilvægur til þess að valda riddarinn á C3 og þess vegna lék Wesley So riddari G3 einfaldlega til þess að lokka þennan riddari í burtu. Hvítur drap núna á G3, hann á svo sem ekki marga góða leiki í stöðunni og nú kom glæsileg glæsilegt framhald hjá Wesley So, hann drap á B2 með hrók. Hugmyndin hans er auðvitað eftir hrókur drepur B2 þá kemur biskup drepur C3 og það hrynur allt hjá hvítum. Eftir hrókur drepur B2 þá lék hvítur biskup D4 til þess að reyna að stinga upp í svarta biskupin á G7 en nú kom annar glæsilegur leikur hjá svartum, hrókur drepur A2 og þetta byggist á því að þegar riddarinn drepur tilbaka þá er drottningin valdlaus á D2. Hvítur drap með riddara og í staðinn fyrir að drepa drottninguna strax á D2 þá skaut Wesley So þetta inn millileik, hann drap hrókinn á B1 með skák og hér gafst hvítur upp. Hann er með gjörtapatafl eftir hrókur drepur B1 og drottning drepur D2. Hann getur skotið inn einni skák á B8 en það gerir ekki neitt, svartur leikur bara biskup F8 og það eru margar hótanir í stöðunni. Svartur hótar að skáka á E1 og hirða riddarann á G3, hann hótar biskupinum á D4 og peðinu á C2 og þessi stað er algjörlega vonlaus. Þannig að hvítur gafst upp. Þetta var glæsilegur sigur hjá Wesley So í drekaðabrifinu og drekaðabrifið býður upp á marga skemmtilega möguleika. Það er eitt sem er þó nauðsynlegt að þekkja og það er að ef að maður ætlar að tefla drekaðabrifið þá er mjög mikilvægt að þekkja helstu leiðir. Því
Ef þið teflið drekaafbrigðið og kunnið ekki teóríuna, kunnið ekki byrjunarfræðin, þá er mjög líklegt að þið tapið illa. Takk fyrir þetta.